Góðir ráðstefnugestir, velkomin til þessa málþings sem ber titilinn Hættu nú alveg, málþing tóbaksvarnir. Það eru 4 aðilar sem að standa að málþinginu, það er embætti landlæknis, það er Háskóli Íslands, það er Læknafélag Íslands og Krabbameinsfélagið sem hafa lagt í það púkk að halda hér þessa ráðstefnu. Ég heiti Guðmundur Þorgeirsson og hef verið falið að vera svona einhvers konar fundarstjóri hér í dag. Minn bakgrunn sá að ég er hjartalæknir og hef varið drjúgan hluta minni ævi í að glíma við afleiðingar af tóbaksnautn og nikótínfíkn. Og kannski þess vegna sem ég dæmdur til að vera hérna með ykkur í dag. Við njótum þess heiðurs að Óttar Proppé heilbrigðisráðherra er mættur hér til að ljá þessu vægi og þunga og hann ætlar að opna ráðstefnuna eftir augnablik. Hann getur því miður ekki verið mikið lengur vegna anna í sínu starfi. Síðan verða hérna gestafyrirlesararnir hér hver á eftir öðrum og flytja sín erindi. Ég vil opna fyrir stuttar umræður, stuttar spurningar og komment á eftir hverju erindi, en síðan verður hér panel í lokin. Einhvers staðar á miðri leið verður síðan kaffi hlé. Dear foreign guests, thank you very much for coming up north from far away to participate in this symposium and lend your expertise to the discussions here. We will start in Icelandic and then we will go back to English again. Svo ég vil þá bara biðja Óttar Proppé aftur velkominn og bjóða honum að koma hér og taka orðið. Gjörðu svo vel, Óttar. Takk fyrir. Heil og sæl og velkomin til þessa málþings í Hörpu tóbaksvarnir. To our foreign guests, thank you for being with us today and for sharing your time and your knowledge. I will speak in Icelandic, but I hope you can get the gist of my speech from your colleagues later on. Áður en lengra haldið þá vil ég þakka embætti landlæknis, Háskóla Íslands, Læknafélagi Íslands og Krabbameinsfélaginu fyrir efna til þessa málþings. Það er þarft og tímabært, því þótt sannarlega sé hægt að gleðjast yfir góðum árangri í tóbaksvörnum hér á landi á liðnum árum og áratugum, þá eru ýmis mikilvæg verkefni framundan. Þótt stórlega hafi dregið úr reykingum hér á landi, líkt og víðast á Vesturlöndum í áranna rás, þá taka þeir ennþá mikinn toll þegar við horfum til lífs og heilsu fólks og þær leggja á samfélagið ýmsar byrðar og þá einkum á heilbrigðiskerfið. Ef við skoðum aðeins tölur sem birtar voru í tengslu við alþjóðlega reyklausadaginn í fyrra, þá kom fram að meira en 37.000 Norðurlandabúar deyja ár hvert af völdum sjúkdóma sem rekja má til tóbaksnotkunar. Á heimsvísu er áætlað að 6 milljónir manna deyji árlega af þessum völdum. Ef við skoðum bara nýjustu gögn íslenskan veruleika, þá er áætlað að árið 2015 hafi 370 einstaklingar látist af völdum beinna eða óbeinna reykinga. Það er 17% af öllum dauðsföllum þetta sama ár. Þessar íslensku tölur eru úr óbirtum niðurstöðum könnunar sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur unnið að undanfarið til að meta kostnað samfélagsins af völdum reykinga. Þar kemur líka fram að áætlaður kostnaður heilbrigðiskerfisins vegna reykinga árið 2015 er á bilinu 8 til 10 milljarðar króna. Jónas Atli Gunnarsson mun hér á eftir fjalla og skýra nánar frá þessum niðurstöðum og fleiri úr könnun Hagfræðistofnunar Háskólans. Ég vil nota tækifærið hér til að lýsa yfir ánægju með að ráðist hafi verið í gerð þessara könnunar en embætti landlæknis á þann heiður. Eins vil ég þakka Hagfræðistofnun Háskólans fyrir að láta mér í té þær tölur sem ég hef nefnt hérna og Jónas Atli fyrir saumana á eftir. Góðir gestir, það er margt hægt að segja reykingar sem félagslegt fyrirbæri og ekki síst viðhorf til reykinga og hvernig þau hafa breyst með tíð og tíma eftir því sem vitneskja skaðsemi þeirra hefur komið betur og betur í ljós. Þegar það fólk sem tilheyrir elstu kynslóðum samfélagsins var að byrja að reykja fyrir svona 60 árum eða svo, þá voru fyrstu sannanirnar skaðsemi reykinga líka að koma í ljós. Langur tími leið áður en vitneskja skaðleg áhrif reykinga á heilsu fólk varð almenn og viðurkennd, eða kannski allavega áður en við fórum að
horfast í augu við hann svona almennt. Þekkingin varð heldur ekki til á einum degi og upplýsingarnar eða áróðurinn ef við köllum það kannski ekki heldur. Allt til þessa dags hafa þó verið að koma fram nýjar upplýsingar skaðsemi reykinga, bæði beinna og óbeinna, og líklega velkist engin lengur í vafa að reykingar eru dauðans alvara. Árum og áratugum saman fjölgaði reykingamönnum þrátt fyrir að sannanir væru fyrir hendi að reykingar væru skaðlegar heilsu fólks. Karlar reyktu mest framan af, síðan bættust konur í hópinn, fólk reykti við allar hugsanlegar aðstæður, í vinnunni, í fjölskyldubílnum, með börnin í aftursætinu, í flugvélum, rútum, lestum, í opinberum byggingum á skemmtistöðum, matsölustöðum, jafnvel á sjúkrahúsum, og í mörgu samhengi þá þótti þetta jafnvel bara töff á tímabili. En við getum nú þakka fyrir að sá tími væntanlega liðinn. Með auknum upplýsingum og fræðslu, ásamt stuðningi og aðstoð við fólk til reykleysis, þá kom að því að það fór merkjanlega að draga úr reykingum og reykingar fóru að verða frekar skömmustumál heldur en að þær þættu töff. Beinn kostnaður heilbrigðiskerfisins af völdum reykinga ennþá verulegur. Eins og ég nefndi áðan, eða á bilinu 8 til 10 milljarða króna á ári. Þá langt í frá talin allur samfélagslegu kostnaður sem fylgir reykingum. Ávinningur samfélagsins af því að útrýma reykingum stórkostlegur, það allra hagur og auðvitað ekki síst einstaklingana sjálfra. Góðu gestir, mikilvægur árangur hefur náðst hér á landi undanfarin ár. Samkvæmt könnun Gallup fyrir lýðheilsustöð reyktu 19% landsmanna daglega árið 2007. Árið 2014 var þetta hlutfall komið niður í 14% samkvæmt vöktun embættis landlæknis og árið 2016 var hlutfallið komið niður í 10%. Daglega reykingar eru algengastar hjá fólki á aldrinum 40 til 49 ára, eða 16% í samanburði við aldurshópinn 18 til 29 ára, þar sem hlutfallið einungis 8%. Mest vert að koma í veg fyrir að fólk byrji að reykja. Það ánægjulegt að sjá umtalsverða minnkun reykinga á meðal ungs fólks. Samkvæmt glænýjum upplýsingum embættis landlæknis hafa 68% fólks á aldrinum 18 til 34 ára aldrei reykt, samanborið við 34% þeirra sem eru 55 ára og eldri. Tölur sýna því glöggt að stöðugt fjölgar í hópi ungs fólks sem lætur það alveg eiga sig að reykja og það mikils virði. Ég nefni hér líka niðurstöður nýrrar könnunar rannsókna og greininga með framhaldsskólanema sem hafa verið kynntar en ekki birtar. Þar kemur fram að 5% þeirra sögðust árið 2016 reykja sígarettur daglega, en þegar þetta hlutfall var hæst í þeim mælingum árið 2000, þá reyktu 21% framhaldsskólanema daglega. Framundan eru mikilvæg verkefni sem snúa að rafsígarettum, ekki síst í sambandi við ungt fólk. Óbirt könnun rannsókna og greininga sem ég nefndi áðan leiðir í ljós að 52% stráka í framhaldsskólum höfðu árið 2016 prófað rafsígarettur einu sinni eða oftar ævina og 45% stúlkna. 12% stráka í framhaldsskólum höfðu reykt rafsígarettur daglega eða oftar og 6% stúlkna. Það sem ekki síst alvarlegt að rafsígarettunotkun hjá þessum ungmennum kemur ekki endilega í staðinn fyrir venjulega sígarettur. Við sjáum til dæmis að 44% af þeim 10. bekkingum sem sögðust hafa notað rafsígarettur höfðu aldrei reykt venjulega sígarettur. Það veruleg ástæða til að óttast að rafsígarettur geti orðið nýr faraldur þar sem ungt fólk ánetjast nikótíni. Rafsígarettur geta tvímælalaust hjálpað einhverjum að hætta að reykja hefðbundnar sígarettur og það gott. Því að rafsígarettur eru ekki taldar nærri en skaðlegar og það hefðbundnu. Nýtt frumvarp rafsígarettur verður lagt fram á Alþingi innan tíðar, væntanlega innan nokkurra vikna vona ég. Það ekkert sem hindrar notkun rafsígarettuna til þess að draga úr hefðbundnum reykingum, því aðgengi að rafsígarettum verður alveg hið sama og að venjulegum sígarettum. Möguleikar fólks til að nota rafsígarettur verða áfram þeir sömu, en hins vegar snýr frumvarpið einkum að reglum varðandi sölu og markaðssetningu. Varðandi skaðsemi rafsígaretta þá eru þær ekki taldar skaðlausar. Í þeim oftast nikótín sem ávanabindandi efni og talið hafa ýmis skaðleg áhrif. Það eru líka vísbendingar að fleiri efni í rafrettuvökvanum geti verið skaðleg heilsu. Við þekkjum ekki langtíma áhrif rafrettna á heilsu fólks og það eitt út af fyrir sig segir mér að við verðum að fara varlega og sporna gegn því að rafrettunotkun verði almenn og viðurkennd sem lífstíl eins og gerðist með sígarettnar á sínum tíma.
Við sjáum varhugaverða þróun hvað þetta varðar í framhaldsskólunum eins og ég nefndi hérna áðan og það áhyggjuefni. Við getum nýtt okkur betur reynslu sem við höfum að tóbaksvörnum í gegnum tíðina. Þar vitum við að aðgengi og sýnileiki skiptir miklu máli, auk þess að nýta almennar aðferðir, forvarna og fræðslu. Gott fólk. Lýðheilsa og forvarnir eru sérstakt áhugamál ríkisstjórnarinnar og tóbaksvarnir eru liður í þeim áherslum. Markvisst stefnt að því að efla forvarnir og styrkja einstaklinga til að lifa heilbrigðu lífi. Liður í þessari áætlun að setja heildræna stefnu í heilbrigðismálum, þar sem byggt verður á fyrirliggjandi stefnum og skýrslum, meðal annars því sem að snýr að tóbaksvörnum. Heildræn nálgun grundvöllur árangurs á sviði forvarna. Árangur í forvörnum næst ekki hvað síst með markvissri samvinnu og samstilltu átaki, bæði samvinnu þeirra sem vinna á sviði heilbrigðisþjónustu og ekki hvað síst með góðri samvinnu við skóla, vinnustæði, íþróttafélög og fleiri aðila. Hér getum við nýtt okkur enn frekar verkefni heilsueflandi samfélög, heilsueflandi vinnustæði og heilsueflandi skóla. Samvinna stofnana á sviði heilbrigðisþjónustu og forvarna skiptir líka mjög miklu máli. Ég fer nú að hætta, einn af þeim sem að fagna því að hafa hætt alveg að reykja, tiltölulega nýlega, þrátt fyrir vitneskju alveg frá því ég byrjaði að reykja ungur maður skaðsemi reykinga. Ég segja að það sé mikilsvert hvað það hefur breyst, ekki síst á síðustu árum, að reykingar séu ekki lengur töff og ekki lengur sjálfsagðar, ekki lengur hluti af eðlilegum lífstíl, heldur þvert á móti þar sem maður heyrir æ oftar að reykingamenn hálf skammi sín og jafnvel bara skammi sín heilmikið fyrir að vera ennþá þrælar nikótínsins. En slík viðhorfsbreyting, hún gerist ekki yfir nóttu og hún heldur sér heldur ekki yfir nóttu. Þess vegna skiptir miklu máli að við tökum á eigum að kalla það lífstílslegum eða töffheitum þegar að kemur að nýjungum á borð við rafsígarettur og aukinni notkun sem að virðist vera á munntóbaki. Að lokum þá vil ég ítreka mínar þakkir til þeirra sem standa fyrir þessu málþingi, embætti landlæknis, Háskóla Íslands, Læknafélagi Íslands og Krabbameinsfélaginu. Hlakka til áframhaldandi samstarfs til að efla enn frekar hið góða starf sem hér hefur verið unnið undanfarin ár. Góðu gestir, megi þingið verða okkur öllum til gagns og fróðleiks. Ég þarf sjálfur að fara í önnur störf en ég hlakka til að heyra af því sem hér fer fram. Dear foreign guests, I'm afraid I have to leave you, but I wish you a fruitful discussion and I'm looking forward to getting news of the proceedings and the interesting interventions that we are looking forward to here today. En nú hætti ég alveg og gef orðið yfir til ykkar sem meira vitið. Takk fyrir.